Góðan daginn og velkomin í þátt númer 125 hér á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er miðvikudagurinn 1. desember og ég er aðeins seinna á ferðinni. Ég bara var ekki í stöðu til þess að gera þetta í gær þegar ég átti frídag. Þannig að núna er litla skottan sofandi og þá verður bara amma að druslast í að skella í þátt. En fyrst er hérna skál í kaffi í bolla frá Gatbúð Eddu úr áskriftarklúbbnum. Ógeðslega flottur. Ég ætla að auka þau með kaffiskammtina því að þetta er svo stórt mál. En hún segir hérna hafið engar áhyggjur af mér. Ég finn mér eitthvað að gera og heldur á gatnhespu og prjónum. Það er alveg rétt sko. Við höfum aldrei dauða stund í handavinnubransanum. Nú en mig er að finna á Ravelli og helst á Instagram sem Helga A71. Ég er búin að loka Facebook like-síðunni verkefni töskur Helgu, /sokkasnákar Helgu, einfaldlega því að það er ekkert að koma þangað inn og lítið orð eftir. Þannig að hérna, það er bara búið spil í billi allavega. En það er bara, já, og takk fyrir stuðningin á Ko-fi-reikningunum mínum. Það svona rekur mig áfram í að reyna að koma þessu inn í nýju barnapíu rútínuna. Að halda mig við efni hér líka, þó að afkostin séu kannski minni eða öðruvísi, það er alltaf læg. Ég er svona ekkert búin að vera í eitthvað brjálu prjónastöðu en ég er búin að vera að gera þessar demantamyndir alveg eins og mér sem borga fyrir það sko og sýna ykkur það. Ég ætla að nota þær til þess að gefa með gjafabréfunum sem að fara héðan jólin. Og klárin, þau eru nú reynda 2. Ég gerði hérna, ég er búin að eiga lengi uppskriftir inn á Ravelli sem að maður sjá eru mjög vinsælar og sérstaklega svona jól og hérna þetta er svona alls konar álfar sem að hægt er að jóla með eða ekki. Það mega líka alveg vera bara venjulegir álfar. Það er svo langt síðan að ég keypti þetta að ég ætla að finna þetta hérna. Hún er reyndar á, látum okkur sjá. Svo er ég að gera þetta í spjaldtölunum sem ég er rosalega óvinn að nota. Ég nota aðalega undir uppskriftirnar í Knit Companion þegar að mér er svo geggja næs að nota ef það eru þetta er munsturprjón eða eitthvað svo leys. Alveg sjúklega þægilegt. En þetta er eftir hana Sara Shira. Hvað slags er þetta? Þetta er það sem er í gangi núna. Hún er alltaf með svona leynuprjón fyrir jólin af þessum gnomes. Og þetta er hún kallar sig Imagined Landscape. Síðan hennar þar sem hún er með alla þessa gaura. Og það eru alls konar tægi og það er hægt að gera það úr alls konar grófleikum og svona bara nýta það sem til er. Og fyrst gerði ég þennan hérna og hún er svolítið mikið með svona einfalda kaðla og skemmtilegheit. Engin sérstök andlit, það er aðalega bara skeggið og nebbalingurinn og svona ækord hendur og það er bara mjög góðar leiðbeiningar með þessu. Svo gerði ég annan svona óhefðbundinn jólagnóm og hann er með svona, ég átti plötu eða lok af kerti, svona trélok sem ég setti þannig að hann situr alveg flottur og fínn með hendur í vösum og trefil og ég er bara að nota, eins og ég segi, þú veist bara smart og eitthvað sportgatn og bara
alls konar afganga og líka svo sérst hægt að nota fínnagatn og ég er að byrja á einum sem að ég er að nota þá tvöfalt fingering, þá er ég bara, ég var að leita eftir einhverju sérstökum lit, en ég er rétt búin að fitja upp á því, þannig ég er ekkert að sýna ykkur það, en þeir eru, þetta er svona 2 kvöldstundir að gera eitt gaur, svona yfir ekkert of flóknu sjónvarpsefni. Þessi var alveg skottfljótur, sko. Tók aðeins meira á þessi fyrsti, það var svona smá aðeins meira stús í kringum kalana. Þannig að þeir eru mjög skemmtilegir og ég er búin að lengi ætla mér að gera það, þannig að ég var mjög glöð þegar ég komst í þetta stuð. Það er einhvern veginn, það er ekkert svona sem að mæðir á mér að klára eða neitt svoleiðis, þannig að þá detti ég í stuð við að gera eitthvað svona óhefðbundið. Þetta er sérst þá klárin. Svo er ég búin að vera að vinna í sjalinu hennar Hóhí og nú bara man ég ekkert hvað það heitir. Það er fer ég aftur hérna í rafurlið og eitthvað arfa. Svo er ég alveg búin að arfa slöki að setja inn það sem ég er að gera. Það er The Frank-skjól eftir Hóhí Locatelli. Og hér kemur mynd af því. Þetta hérna. Og ég semst búin með fyrsta gaurinn. Þetta er semst annar kanturinn. Og svo er hérna hinn langt kominn, hinn kanturinn. Svo þegar maður gerir miðjuna þá tengjast þessir við sikkur megin við miðjuna. Og guli er í öllum þremur þremur þríhyrningunum. Ég get svarið það, hvað er þetta? Þessi grái miðjunni tengir þetta saman, þannig að ég passaði mig á að hafa ljósan í fyrsta og dökkan í þriðja og svo kemur svona millilitur. Þetta er milliliturinn og svo guli sem að tengir þetta allt saman. Þetta var flott og það var alveg nóg eftir í samstæða sokka í sjalið. Ég er ennþá bara búin að gera einn sokk í hinnu sem ég var að gera samstætt við fína Shallowgraphy dæmið hans Stevens. Ég er ekki búin að fitja upp á hinnum. Það bara, þú veist, en ég passaði mig á að skrifa rosalega vel niður hvað ég gerði í hinnum. Jú, ég er víst búin að fitja upp á hann, en ég er rétt bara að byrja á stroffinu. En ég passaði mig á bara að skrifa vel og vandlega niður hvað ég gerði þar, svo að ég þurfa ekki að vera að telja endalaust út í sokknum sjálfum. Og þetta er svona það sem ég er búin að vera að vinna í, en svo er eitt nýtt uppfit og það er þessi fræga Jóhönnu peysa sem að kom fram í einhverjum sjónvarpsþætti íslenskum og það var við prjóna vinkonunnar á Skaganum hittumst hér hjá mér á föstudaginn og þá var ein að fara að fitja upp og við vorum að stúdra liti og svona og ég dró fram óhri mitt og sá að ég átti nóg í eina ár súrí, albakka súrí frá Sísú sem ég ætla að gera á stórstælnum, miðjun okkar. Og svo ákvað ég að nota 2 bleika því ég átti 4 af öðrum og 5 af hinum og þú þarft 8 hespur af 25 grama móher sem er með 210 metra á dokkunni og ég átti svona kitsilk í sikkurum bleika litnum
hefði alveg vilja hafa hana einleita svona en þá ég nefndi ekki að fara að skipta eða kaupa eða eitthvað, bara ákvað að nýta það sem er til hérna. Og þetta kemur rosalega vel út svona í tveim litum. Hann er mjög ýktur hérna, svona þetta. Hérna blandast vel, mildar þennan sterka bleika mjög vel þessi ljósbleiki. Og þetta er bara ein stærð og ég ætla að sjá hvort ég komist hérna inn á, ég hafði bara samband í tölvupósti og hérna og panta þetta þar og þetta er sérst undir Eyju Prjón Löfdal og sérst það er bara eyjuprjon@gmail.com eyjuprjon@gmail.com og ég sendi bara Jóhanna Peysa, hæ, mig langar að kaupa uppskrift og þetta er dóttir hönnuðsins sem að hérna græjaði það, kostar 1000 kall og bara fínt að fá þetta svona matað upp í sig þó þetta sé mjög einfalt en þá þarf maður ekkert að vera að finna upp hjólið og þetta verður bara svona cozy peysa til þess að henda yfir sig og er fín í prjónaskap yfir spennuþáttum sem við horfum mikið á. Já, hérna er sérst ljósbleiki liturinn er númer 4 og hinn er dökki númer 13. Þetta er kitsilk. Svo langaði mér náttúrulega rosalega að gera þessum en það er svona karrikulan en það vantaði aðeins upp á og já, bara ákvað að nota stassið mitt. Ég kippti nú með mér öllum pókanum hérna inn en ég er ekkert búin að vinna í neinu öðru. Þannig að jú, ég reyndar gerði svolítið í Granny Stripe. Ég get sýnt ykkur að það er hérna með hliðina á mér þessi hlunkur. Tók eitthvað æðiskast og já, ég fór í hérna bólusetningu á miðvikudaginn í síðustu viku hérna og 23 tímum eftir bólusetninguna þá fekk ég bara, ég held að það væri bara eitthvað brjálaði jarðskjálfti hérna, þá helltist yfir mig svona kuldi, innri kuldi og hérna ég bara nötraði og ég var að prjóna þegar þetta byrjaði og ég var bara að leggja frá mig prjónana og svo mikið lætin í mér og sem betur fyrir var þetta nálægt mér svo ég dró það yfir mig á samt öllu sem var nærri mér og gat iljað mér og ég gat heklað í þessu svona inn á milli vestu kastana og svo bara datti ég að hekla nokkrar umferðir af því þær taka alveg núna ég veit ekki 25-30 mínútur hver umferð og ég var sérst hér og búin að bæta þessu við og þetta bara smá stækkar en þetta þarf að verða frekar stórt til þess að ég sé ánægð með það. Það er sennilega svona 1,40. Ég er svona rétt rúmlega hálfnuð kannski. En það er líka alltaf, þetta er nóg af afgangsgatni í þetta. Skal ég segja ykkur. Og nóg af ónýttum hespum þarna og svona. Þannig að við skulum ekkert hafa ágjörð því. Nú á döfinni þá er bara náttúrulega að halda áfram að gera fleiri svona jólaálfa eða það og vinna í þessu sem að ég var búin að fitja upp á og teppinu hérna fallega Hans Stevens úr Hyperknitting 2 bókin hans. Það er bara hérna, bíður eftir elsku mér. Heklaða jakkapeysan bíður líka bara róleg hérna. Þetta fer ekki neitt. En já, ég ætla að reynda að sýna ykkur hérna þetta demantadót, hvort sem hafi áhuga á því eða ekki.
En þetta er fyrsta sem ég gerði og ég hugsa að ég eigi hana. Hún er svona alveg í mínum anda þessi. Og svo gerði ég einu svona. Það er svona skemmtilega að sé eitthvað með gjafabréfinu svona, þú veist, svo sé ekki of augljóst hvað sé í pakkanum. Og svo eitt svona. Og þetta er alveg geggjað í hljóðbókadæminu. Ég datt niður á mjög skemmtilega seríur systurnar 7. En systurnar eru reyndar bara 6, en ég er alveg húgt á þeim og mér finnst alveg geggjað að vera að þessu og hlusta á sögurnar og það kannski útskýrir af hverju það er búið að vera afkasta minna og í prjónadeildinni líka. Ég er ekki alveg eins mikið inn í því að hlusta á sögur og prjóna heima, en ég gerir það alveg í útilegum og svona. Síðan fann ég svona litla fallega mynd sem að mamma mín hafði verið byrjuð á og ég ætla að klára hana og ramma hann inn og láta pappa fá hana því hann talaði svolítið það hvað hún hafði gaman af þessu og þetta var svona eiginlega síðasta sem hún var farin að geta gert með höndunum og þetta er alveg geggjað fyrir fínhreyfingu og bara svona núvitund eiginlega. Af því að ég þarf að passa upp á það sérstaklega hægri hendin á mér sem er nú aðalhöndin mín og sem ég lamaðist í að ég þarf að passa mig að gleymi ekki fínhreyfingunum. Þú veist það, ég fæ alveg helling út af því að prjóna og hekla en það er svo margt annað líka og líka bara, gera eitthvað annað með haus og hönd og þetta er alveg bara að slá rækilega í gegn hjá mér í því. Þannig að og í pokan þá kom áskriftarpakkin frá Eddu. Ég var búin að sýna ykkur bollan og svo komu 2 fallegar hespur með frá systraböndum. Ég á eftir að sækja uppskriftina. Svo voru líka 2 svona Lindor súkkulaðikúlur sem að bara fóru bara leið og þær duttu út úr kassanum. Og þetta er, ég á eftir að sækja uppskriftarsjalinu ég sem var hanna út frá myndinni. Og það er eitthvað mjög gott í heilaþoku og skemmtilegt að leika sér með litaskiptingar. Pælingin er að það sé einstaklega fallegt á hálsi eins og klútur, ekki horfa of mikið á það útbreitt. Þannig að ég á eftir að sækja með það. Það er alltaf gaman að fá svona, þú veist. Og ég var svona fyrst svolítið hugsi yfir litunum og svo hugsaði, það er nú stundum gott að eiga eitthvað dökkt hálsinn. Og svo má líka alveg bara prjóna og svo gefa, þú veist. Það veit aldrei. Síðan var gefin út alveg ótrúlega skemmtileg jólapeysu uppskrift sem ég var búin að vera að bíða svolítið eftir. Og stökk á hana leið og ég sá að hún var mætt á svæðið sem heitir Jólagleði eftir Íris Hlín Vogsdóttir. Og hún er sem sagt þessi og það er í uppskriftinni eru leiðbeiningar með bæði hvernig hún á að vera heil og hneppt. Og hún hvetur mann til þess að nýta svona fingring gróleika gatni sem maður á heima en ég keypti mér grunnlitina í hana. Hvítan, rauðan og grænan, það fer mest af því og svo getur maður nota bara það sem maður á í hitt. Þannig ég hugsa ég fari bara fljótlega að skella í hana þó að hún verður svo kannski ekki tilbúin fyrir þessi jól. Það var svona gaman að vera að dútlast í eitthvað svona jólatengdu á aðventunni. Já, þannig að það er svo sem ekkert annað sem að liggur fyrir hvað þetta varðar. Hér er bara búið að vera, þú veist, allt á fullu með litlu konuna. Við reyndar að
hún var ekkert hérna í síðustu viku af því að elsta systir hennar lenti í sóttkví og mamma ákvað bara að vera með þau öll saman heima í þessa 5 daga sem þau voru í sóttkví. Og það gekk bara vel og ég var bara datt í þetta demanta dæmi, annars hefði ég kannski verið búin að prjóna meira. En já, og vonandi erum við nú að ná að vera saman fyrstu heilu vikun okkar núna. En það bara, já, kemur ljós hvað gerist. Mamman vinnur náttúrulega í grunnskóla hérna og elsta stelpan í þeim grunnskóla og kennarinn hennar smitaðist og sem betur fyrir smitaðist bara 1 barn og var það ekki mikið veikt. Þannig að þau sluppu ótrúlega vel að þau höfðu verið með þessum kennar alveg heilan dag. Áður en hún áttaði sig á því að það var eitthvað bogið við sig. Þannig að já, bara gripið, þú veist, strax til ráðstafana leið og uppgötaðist. Þannig að það var bara gott og já, við erum bara Helgi búin að vera baslast við að losna út úr þessu kvefdæmi sem að við herjaði á okkur bæði í október. Þannig að að kvefast í 3. sinn. En það bara hlýtur að gangi yfir, það allavega ekki COVID. Hér snjóaði eins og á víða land og bara yndislega fallegt úti og allt miklu bjartara og hreinna og bara geggja kósí. Ég er búin að jólaskreita allt í döðlur hér og er bara að njóta þess að horfa á fallega skrautið mitt. Já, litla örverpið okkar var 28 í gær. Skildi ekki. Og það er bara allt gott fyrir þetta. Þannig, ég er náttúrulega var með svolítið kvíða yfir því að fara í bólusetninguna því ég fekk svolítið sker í aukaverkun en það var mælt í mér mótefnið og það bara mæltist ekki. Þannig ég varð að fara að því ég vil ekki vera heldur varnarlaus ef þetta situr eitthvað í mig núna. En þessi aukaverkun kom svo sem ekki fram fyrir eftir sprautu númer 2, þannig að í ljósi þess að það var lítið sem ekkert í mig núna, þá vona ég bara að þessi aukaverkun sé ekkert að fara að sperra sig neitt. En leið og þetta var komið í mig, þá bara þá leið mér einhvern veginn betur að kvíðinn var bara, þú veist, það var bara svolítil ákvörðun að gera þetta, en ég vil frekar díla við þessu aukaverkun sem að gengur tilbaka heldur en að verða mjög veik af COVID ef ég skildi fá það. Svo þannig er það nú. Og það var já, í kjölfari á þessari bólusetningu sem ég fekk og ég bara hló að þessu. Þetta var svo ógeðslega ýkt eitthvað og dramatist. Ég sat bara inn í stofu og flissaði sjálfur mér yfir hamagangnum í króknum á mér Þannig en ég bara vona svo innilega að við förum að fara að komast í eitthvað jafnvægi en maður tekur bara einn dag í einu. Það er ekkert annað hægt. Það er ekkert, maður breytir engu með því að vera með kjaftin út á öxl maður verður bara að treysta því að þetta fólk sem er nú mennta í þessum vísindum og svona viti nú hvað það er að tauta við okkur. En ég er bara fann að tafsa eins og svo oft áður í restina á svona. En ég bara þakka ykkur kærlega fyrir innlitið og ég óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og ég stefni algjörlega að því að vera hér að sirka bát 2 vikum liðnum. Takk fyrir og bless bless.